Hæ. Hvað það fyrsta sem þú gerir eða þú ert að leita að fyrirtæki eða vöru eða þjónustu? Það allar líkur á því að það fyrsta sem þú gerir sé að fara og googla það. Fara og leita því á Google. Og þú ert ekki einn eða einn það. Ef ég fer á Google og leita að því sem að þú ert að bjóða, vörunni þinni, þjónustunni þinni, leita að fyrirtækinu þínu, hvað finn ég? Finn ég þig? Þú þarft leita vel að bestu til þess að finnast á netinu. Þetta er rosalega skemmtilegt orð, leita vel að bestu. Á ensku er talað Search Engine Optimization eða SEO. Þú þarft að búa þannig hnútana að þú komir upp ofarlega á Google og helst efst til þess að tryggja það að fólk finni þig á netinu. Ég veit þetta er eitthvað sem virkar rosalega flókið og rosalega mikil mál og þetta er að vissu leyti það, en það þarf ekki að vera það. Sérstaklega ef þú ert eingöngu á íslensku markaði, þá er alveg mjög góða líkur á því að þú getur náð þér hátt upp í leitinni á Google. Einfaldlega vegna þess að við erum alltaf svo fá, það er ekki svo mörg fyrirtæki sem að bítast það, en líka vegna þess að það eru bara ekki ennþá svo mörg íslensk fyrirtæki sem búin að átta sig á þessu með leitavélaberstunina. Þetta er erfiðara eða á alþjóðlegum markaði, en þá er þetta líka í rauninni ennþá mikilvægara vegna þess að ef þú ert með fyrirtæki hérna á Íslandi sem er að keppa á alþjóðlegum markaði, þá verður það gríðarlega mikilvægt að finnast á netinu. Leitavélabestun var algjörlega tækninördamál, það verður bara segjast eins og er, og á erfiðum mörkum þá er það ennþá tæknilega nördamál. Ég meina það er alls ekki svo að það sé hægt að kenna okkur jólasveinunum hvernig við getum leitavélabesta síðun okkar fyrir alþjóðlega samkeppnismarkaði þar sem eru kannski stórir, svo í slettinu playerar sem að hafa virkilega góða sérfræðinga í leitavélabestum til að tryggja þeir komið eftir upp. En það er samt sem að margt sem að við getum gert þess að byrja með og það er líka mjög gagnlegt fyrir okkur að kynna okkur þetta bara þannig að þegar við fyrir að tala við sérfræðingana að þá höfum við einhverju hugmynd hvað máli snýst. Eitt af því mikilvægasta er nokkuð sem ég myndist á daginn og það er það að finna réttu lykilorðin, að vita hvaða orð og orðasambönd fólk setur inn í Google til að leita að hlutum sem þegar það er í rauninni að leita að eitthvað eins og því sem þú ert að bjóða upp á. Síðan er alls konar tæknilegir hlutir, það eru svona hlutir eins og metatitlar og metalýsingar og robottextar og alls konar þess að en það sem er að verða sífellt veigameira í leitavélabestun og sífellt mikilvægara, það eru samfélagsmiðlanir og almennt bara þáttaka þín á samfélagsmiðlum og á netinu og hvað er sagt fyrirtækið þitt og vörurnar og þjónustöðin þína. Því meira sem að þetta er, því betra, við erum náttúrulega góð við umfjöllun. Þetta þetta er bara nokkuð góð þróun fyrir okkur vegna þess að nú er þetta ekki lengur bara tækninördamáli. En á móti kemur að þetta setur líka pressu á okkur að vera mjög virk á samfélagsmiðlunum og að vera mjög virk yfir höfuð á netinu. Vegna þess að nú er þetta svolítið meira bara svona þeir sem er að gera þetta vel, er að senda frá sig gott efni, fá mikið samspil og fólk er mikið að ræða við það á netinu, læka það sem þeir eru að segja og dreifa því áfram og allt þetta, að þetta eru þeir sem að koma til með að sjá jákvæð áhrif á leitavélabestunni hjá sér. Hvernig sem öll er á botninn hvolft, þá er leitavélabestun algjört lykilatriði í markaðsstarfinu í dag og klárlega eitthvað sem þú verður að huga að.